Það hroll bara. Ó, já. Hæ. Hæ Sami, Hæ. velkomin Takk. aftur. Takk. Og hvað gaman að sjá þig. Sjöfumleiðis. Og við erum með eins húur. Já. Hvar fengum við þessar húur, ha? America. America. Fuck you. Djú, þetta er gott. Yes. Nú erum við bara tveir. Já. En hugsanlega kannski mögulega einhverjir á línunu eftir. Já. Velvaldir. Hver veit. Hver veit nema að verði einhver dríni á fóninum. Já. Og ekkert að því. Nei. Af því að það er allir einhver staðar í útlöndum. Já. Þú nýkominn frá Bandaríkjunum. Geir í Nóri. Geir í Nógu. Jóhann í Japan. Japan. Egill í, ja, á leiðinni heim frá Berlín. Er hann leiðinni heim bara strax? Já, þetta var bara helgaferð. Já, ok. Það er nú alltaf að kíkja í helgaferð. Já, ég veit Það er eitthvað sem að... Konan alltaf vinnandi og hann alltaf fullu í skólanum með lokaverkefni, Já, ég hjálpa honum með lokaverkefni. Ég var að taka upp nokkur hljóðbrot fyrir töluleikin. Ég held að noti ekki neitt að þessu svona. En ég minna. Jú, þeir hljóta að gera það. Eitthvað. Hann er samt svo líklega til þess að hérna... Þetta var ekki nóg gott. Jú, allt er góð. Hann var mjög sáttur við þetta. En hann náttúrulega í hóp með fólki. Og ég held að ef þeir nota þetta ekki, vilja ekki nota þetta, þá er hann ekkert að fara að segja mér það. Skilurðu? Svo kemur það bara ljós. En hérna... En bara ógeðslega gaman að fá að taka þátt í einhverju svona tölvuleikja verkefni, sko. Það er búin að biðja mig að hjálpa sér með loka verkefni sitt. Loka verkefni? Hvað er? Vá, gerðu þetta Flotti mækar. Góða mækar, sko. Hvað segirðu? Hvaða hérna loka verkefni? Bara loka verkefni í skólanum, bara síðasta sem stóra verkefni er. Þetta er bara, þetta er nú loka verkefni fyrir þessu önn. En svo er eitt svona stórt. Og er bara búið að ákveða það? Hvað það er? Hann er byrjað að hugsa út í hvað það er hjá. Þannig að það verður að tölvuleikur. Já. Því náttúrulega hann er að læra að gera tölvuleiki. Einmitt. Þannig að hann er að hugsa ég ætla ekki að spoila á mikið, en hann er komið með base hugmyndi hvað hann vil gera. Ok. Nei, við erum ekkert að hérna ljóstra því neitt. Nei. Eitthvað vikingatengt náttúrulega. Ég veit ekki. Þú veist ekki. Ég veit ekki neitt. Annarkvort Space, eitthvað GameDot eða... Ég veit ekki neitt. Já, kannski er það, hann sá eini sem að veit eitthvað, skilur þetta. Hann veit á mest. En svo er Geiri að fara að koma. Við tölum það við á hann eftir. Svo hérna, ef við leggjum í það þá ætlum við að gefa eina jólagjöf í tilefni af því að það eru að koma jól, gott fólk. Mætti halda að veru nákvæmlega slétta 2 vikur í til jóla. Já, það mætti halda það. Jól á sunnudegi. Það er svo gott. Það er skemmtilega að hafa það á mánudegi, sko. Það er langa helgi. Það breytir mér svo sem engu. Ég vinn alltaf bara frá viku til viku. Þú vinnur bara. Þannig að, en það er ekki komin jól fyrir að þetta lag spilast. Sérstaklega á dekkjavestæðinu. Þegar við hérna erum að vinna í jólatörninni og einhver stingur upp á að frussa þessu á litlu hátalarana. Heitt kaffi, pípakökur og brennandi dekk. Hann Júna tók reyndar upp á því að hérna fór náttúrulega í Costco, keifti bölk af Swissmess og hann er að jórtra þetta, södra þetta segi jórtra gonna. Talandi Costco, ég fór ekki Costco úti. Nei. Ég bara fann, það var ekki nógu flott Costco búð til að fara í. Býtu nú við, er sloppy í Daytona er bara ein Costco búð og hún var ekki nógu flott og Skúli fór í hana og hann sagði bara, þetta er ekki neitt sem að fara í, sko. Býtu, ekki nógu flott fyrir hvaða standard? Miðað við Bandaríkin. Já, ok, en miðað við hérna á Íslandi? Ég veit ekki. Nei, ok. Náttúrulega einu munurinn hérna og þarna er að, náttúrulega betra verð og náttúrulega áfengið, þú getur gengið í áfengið. Já, auðvitað. Almenningur kemst í áfengið. Almenningur kemst í áfengi bara í shoppum hann úti. Já. Líka, já. 7-Elevens og það kostar ekki neitt. Nei. Sem er kannski bara ágætt fyrir Íslanda að hérna er mikill alkohólismi hann úti? Nú þekki ég þetta ekki, sko. Er mikið sjarmaður, þú veist, í til dæmis úti á kvöldinni? Ég svo engan með svona brown paper bag. Nei, eða svona sleeves utan bjórnum sinn. En voruð þá þannig að já, það var bara engin það bannaði að vera drukkin á almannafæri. Ok. Samkvæmt lögum. Og þú veist, það má ekki sjást í bjóriðin, þú mátt ekki vera opinn bjór í bíl. Nei. Fólk nennir bara getur verið á almannafæri með bjór. Ok. Nema að hafa svona mikið fyrir það. Hvað með túrista sem veit ekki betur? Það var nú einn með mér í ferð sem að var voðalega lítið eftir í ferðinni. Já. Já.
hann nefndi samt aldrei að fara með þessi bjór, þú veist, hann fekk sér aldrei bjór á bar og svona sem við stoppuðum, Já, þú veist, eða matsölustöðum og svo bara drakk hann heima. ok. Kojufyllir í Bandaríkjunum. Já. Það er svo sem ekkert að, já. Þú veist, hann drakk aðalega bara bjór, sem alltaf bara rennur að þér. Já. Út af hitan mann, eða rakan. Já, bara, það svitnar öllu. Þið vitnaði þið bara strax. Yes. En, sem sagt, þið fóruð 11 út eða eitthvað. Við fórum 10 út og komum 11 heim. Hvað? Við fórum, í hópnum mínum fórum við 8, svo komum við 8 heim saman. Ok. Nei, 11 saman, Já. Fórum 8 út, 11 saman heim. Ég Skúli og Alma fóru alveg 10 dögum undan okkur. Fóru okkur bjöllusýningu og siglingu Bahamas og eitthvað skemmtaði. Ok. Þar sem að getið bæði kúberska vindil fyrir mig. Alvöru kúberskan? Alvöru kúberskan. Fyrir áramótin. Og síðan komum við og til Daytona. Og vorum þar og fórum á bílasýninguna og Black Friday og svoleiðis. Og svo afmælisdeginum mínum fórum við yfir til Orlando og byrjum að fá vitlaust hús. Það er ekki cool. Nei. Hvernig gerist það samt? Ég skil ekki. Það bara vitlaust, veist, húsið var auglýst á 2 stöðum og staðnum sem að við fundum það var rúmpláss fyrir 10. Já. Og síðan svefnsofi fyrir auka. Ok. En á öðrum stað var sett auglýst svefnpláss fyrir 10 með svefnsofanum. Hversu slæmt var að koma inn í hús? Allir geðu þreyttir kannski? Pingu lítið hús eftir 1,5 til 2 tíma akstur. Og bara langar að slaka á, opna eitt bjór. Já, sko, það var rosalega mikið planað fyrir afmælisdaginn minn. Já, þetta var á afmælisdaginn. Það var á afmælisdaginn minn, sko. Já. Og svo bara, fórum við það. Við gistum þarna einu nótt og svo fengum við nýja. Hvað er þetta? Þið komið inn og Surprise, motherfucker. Já. Allt og lítið hús. Ói bara. Ekki þú, sko. Nei, húsið. Leigjandi, svo sem leigi ykkur þetta, sko. Nei, Skúli hringdi brjálaðar í kallinn sem að leiða okkur eða stofana og þau bara rettu okkur á öðru húsi daginn eftir. Hvernig sváfuðu þá yfir nótt? Þá sváfu, við vorum bara 10 þarna. Ok. Þá þurftu Birkir og Danni að sofa á ömulum svefnsofa með plastaða dínu. Eða hreyfið á þeir bara Gúmmískjól. Og svo daginn eftir kemur Alma eitthvað lappandi. Heyrðu, það er blagvöldurinn, við skellum ykkur blag eða allir geða peppar, fyrir með blag. Eftir 3-4 leiki. Dettur Dilja niður, búin að snúa sig ökla. Nei. Öll bara með, jú. Illa? Nei, hún var lappandi. Hún gæti ekki staðið, sko. God damn it. Sko. Christ. Og það var bara beint heim í sundlaug, löppurinn í ískald sundlaugina. Svo beint í brúm og klakabóki. Það minn allir pakkuðu saman út í bíl, svo hún út í bíl. Og kerti svona 40-50 mínútur í hitthúsið. Oh my god. En það var mjög skemmtilega. Það voru í svona engakörfi með flottir sundlaug og leikjarsal og þreksal og stærra hús. Miklu betra. Þá gáttu þið farið svona almennilega að koma ykkur fyrir og god damn, veistu, mér langar svo að prófa þetta. Var það dýrt eða? Þú þarft ekki að segja. Já, sko 15 dagar með bíl, mótelgistingu og einkahúsi 117 skall. Það er nú ekkert svo mikið. Þessi ferð með Icelandair hefði kostað 380 skall. Hefði? Ef þú hefði pantað þetta með Icelandair pakkan, sko. Þannig að þetta var bara skipulagt af ykkur? Af Skúla. Af Skúla, já. Hann verðist vera mjög góður. Skúla okkur. Já. Skúli fann að við ættum að velja. Það ég átti að velja. Maður þarf að vita hvað maður er að gera, sko. Já, og líka það sem að bjargaði ferðin svaklega fyrir okkur er að kostnaðinum er að einn daginn bara kom flug fram og tilbaka á 57. Ok. Og ég bara, Skúli, nú bara kallar allir út, allir köpa miða núna. Ok. Og við keyptum alla miðan okkar. Bættum við 2 aukadögum. Hann sagði bara verið 13 daga. Bættum 2 aukadögum og spöðum 20 skallaði. Þetta er geggjað. 2 aukadagar og spara 20 skall. Já. Ég held að gerist ekki betra, sko. Nei. En svo í Orlando þá kemur en vinkona minn út. Já. Bara, mér langar að fara. Nei, getum bara miða og kom. Ok. Það er djúveldlega magnað. Ég held að þetta væri, þú veist, eitthvað miljón, sko. Nei, ég er rólegur. Ég veit ekki neitt. Ég kann ekki að skipuleggja og ég skil ekki hvernig fólk gerir það, sko. Þetta er bara að finna flug, hótel og bíl. Hvað er maður að leita? Þú veist, ég kann ekki að leita. Ég myndi flug bara inn á Icelandair, þú flýgur bara með Icelandair út. Ég týndist með strætó í Reykjavík, sko. Já. Ég sá að það varst að opna þarna eitt góðan Monster. Já.
það er hérna kona. Já, ég Hefurðu séð þetta? Já 666 666 sem þú veist Þetta er drikkur djöfulsins drikkur djöfulsins, en þú veist, svo er eitthvað meira með eða eitthvað viðbjóð. Já, það er rosalega mikið í þessu Er þetta ekki viljandi gert? Þetta er bara på töffleikan að gera já, algjörlega af því að hún er að Þeir gerir þetta ekkert við skrifum óvart Ó, 666 fram á Monster einhver fatti þetta Hver er Monster? Djöfullins Monster Já, ég meina, þetta fór bara töðun á mér. En hins vegar sko Monster núti, mér finnst hann verri heldur en heima. Nú það? Já, þannig að það öllu séu addicted efni. Já. Þú verður bara háður orkudrykki múti. Já. Ég fann ekkert fyrir því. Ok, þetta kemur frá Evrópu þá? Þessi? Hann hlýtur að vera. Eða, nei, hann er kannski sérgerður fyrir íslenska markað. En sjáðu. Hún er bara að fara út í eitthvað. Hún er bara, sjáðu hvað hún er kokki þegar hún er að segja frá þessi. Ég fattaði þetta og það stendur milfokkar svona, minnst það frábært. Þetta er bara frábært, þú veist, þetta er góða drykkur. Þetta er með einum orkudrykkinu sem ekki drukkið þannig að. Já, líka ég. Það er alltaf eitthvað, það er alltaf svona reykjelsisbragð öðrum drykkjum. Já, mér líka allir hérna drykkinu alltaf breytast og eitthvað. Þetta er bara, já. Þetta er samsærið, sko. En þetta með það sem ástæðan fyrir að tala um þetta og opnaði Monster og þessi beigla hérna er að tala um Monster eins og hún hafi fundið, þú veist, eins og djöfullin eða Satan sjálfur sé bara að búið til drykkið fyrir okkur bara á einhverju færibandi og hvað er svo pointið með þessu? Ég, veist, tek ekki þátt í svona ég bara segja, þú veist, þetta er svona fólk sem að elur upp millennials. Þessi kona elur upp millennials, ofvernda börnin og bara, þú veist hvað millennials er það ekki? Já. Það er þessi krakkar sem að, þú veist, þetta er bara ofverndað og endar á því að verða bara svona leiðilegt og heimst og leiðilegt illa innræktað eða þetta verða bara afsakið orðbræði illa innræktið krakka helviti sem að þólir ekki sem leggja venlega krakka í einhaldi. Já. Sem, þú veist, við erum þessi kynnslóð eða kynnslóð sem er aðeins undan okkur sem er að ala þetta upp. Þetta var ekkit, ok, það voru krakkar í 1980 skilur sem voru ógeðslega leiðilega og eitthvað, en það er bara svo margt búið að breytast bara frá því að við vorum krakkar skilur, og það er búið að banna svo margt sem að var alveg bara sjálfsagt skilur. Við vorum hlaupandi með einhverjum spýtu köstulum með ryðgum nöglunum stungu út en maður skal segja bara hefur hún að plastu svo áttur út. Ég tala nú ekki hérna bara eins og ég hef sagt áður í eins og þetta stríðin einnig gamla þetta. Svo gaman. Og þú veist, við vorum að búið til ninjastjörnur úr bara einhverjum skífum og eitthvað. Skífum? Manstu eftir því? Jó. Ég veit ekki hvað það heitir hérna. Það er eitthvað svona þærbitarskífur sem við hömrum niður. Og síðan klemma saman. Já, klemma saman. Bara ninjastjörnur. Svo vorum við að reyna. Svo reyndi ég og Alex einhvern tímann að búið til naglasprengju. Tókum fötu, fylltum hann á nöglum. Svo vissum við bara ekkert hvað áttum að gera meir. Þetta átti bara að vera eitthvað sprengja. Ég meina, svo tók maður einhverja spýtu bara spýtuköpið eitthvað, setti fullt af nöglum í hann, það var bara komið kilva. Já. Sverð og sverðin, bógarnir. Ég er náttúrulega ekki ennþá aksjoni på þeim, ég er ennþá með bógarna. Bara, þetta er bara svona, já, svo gerðum við bóga úr rörum, PFC-rörum, já, og hérna appi svona gula þræðinum, hvað heitir það? Þetta var rammaskýringar þráður. Shit, sko. Það voru, og bambusprygg sem hérna örvar sem örvar það sem hann er datt í hug, sko. Þetta er svona klikkað, sko. En þetta er svona heyrðu, ég er með drykkin. Þú komst með alls konar frá USA. Fullt frá USA. Húan, hvít. Ég er mjög ánægð með þessa og þú ert með svarta alveg eins. Jós. Er ástæðan fyrir að þú gafst mér hvít en ekki svört? Nei, ég bara Bjarni mér í pumpin, hann var hvít. Og svo áttu líka miljón svartar húur. Veistu, ég held ég geti aldrei púlað hvíta. Ég veit ekki, þú var að með það. Þú ert að púla heitt, sko. Nú áttu bara hvítan leðjaka, það er bara rappari, sko. Herru, já. Hvítan lóðfraka frekar. Og bling bling. Nei, það er svolítið pimpin frekar. Pempan. Hommar. Smá. En já, ok, ég ætla að leiðina heim.
Geiri get ekki betra Með þú opna þetta já. Þá ætlum ég að koma sér með fleiri fréttir úr Bandaríkjunum. Ok, ég ætla að útskýra hvað ég er að opna. Þetta er ekki til hérna á Íslandi. Þetta er sem sagt, þetta er Flying hvað er þetta? Butterbea Flying Goldrad. Og þetta er Harry Potter bjór. Harry Potter Butterbeer. Harry Potter Potterbeer. Yes. Ok, hvernig á ég að opna þetta? Ég veit ekki, hvað með mækinn hana? Nei, við eigum hann ekki. Má sjá. Býtum við. Já, meðan þú ætlar að opna þetta þá ætlum ég að koma með fréttina sem ég á með frá bandarísku veipinu. Ok, ég ætla að hlusta, ég ætla að reyna að finna hvað á meðan. Segðu mér. Sem sagt að það eru ólöglegt núna að selja opnar flöskur í veipbúðum í Bandaríkjunum. Því að þær geta ekki blanda nikotín á staðnum. Já, ok. Já. Því að það verður alltaf að vera blanda frá framleiðanda. Af hverju? Af því að það voru ekkert af því að þá getur ekki sett ómikið nikotín. Já, og líka mismunandi og þá ertu ekki að kaupa þetta drastlefni frá Japan sem er að valda Nei. Popcorn lungs. Þarna kom það. Ok, þannig að það er satt. Þetta er að valda popcorn lung. Já, það er bara þetta drastlefni frá Japan. Bara drastlefni frá Japan. Þá, núna eða þú ætlar að kaupa nikotínvökva vökva með nikotíni, þá verður það að vera skrifað á flöskuna. Ef það er ekki skrifað á flöskuna, þá er það blandað á staðnum. Ok. Það er ekkert slæmt samt. Það er jákvætt, er það ekki? Hvað? Þú veist að, ég veit ekki hvað, það er ekkert mikið þetta japanska drasli í umferðin á Íslandi allavega. Hversu margir á Íslandingunum blanda vökunum á staðnum? Já, þú meinar. Þannig að blandaði nikotíni á staðnum. Og hversu margir taka frekar dót frá Japan heldur en frá Bandaríkjunum? Mjög góð punktur. Við erum sem betur fyrir ekki í því. Nei, ég er ekki því, ég er bara í nikotínu vökum. Hefur nei! Eilendur, ég glemdi að íta silent á símanum. Ég get ekki opnað þetta. Komdu með bjórinn. Ok. Goddammit. Tala þú með hann. Ég tala við hann. Já, sko. Þannig að eins og ég sagði ykkur þætti, ég nefndi það. Þetta geti valdið popcorn lung. En það er sem sagt bara einhver eiturefni frá Japan. Einhver gerfiefni kannski frá Asíu. Einhver drastlefni. En nú er þetta bara vafki. Vafki er þá þetta sigursíróp. Það verður að tala nikotínið. Ok, þannig að nikotínið er að valda shady. Ok. Ég get alveg trúið því, skilur. Það er bara vökun sem eru blandaðir á staðnum sem eru að valda popcorn lungs. Ok. Það er mjög gott að vita. Og fólk hann úti sem hlustar á okkur og veipar. Sem að hlusta og veipa. Þetta er að fara að drepa ykkur. Þið viljið þetta ekki. Mér skilst þetta sem mjög óþægilegt. Að fá popcorn lung. Svo degið. Það er bara þannig. Ég er hans með mjög skemmtilegt vídeo til að leyfa hlustundum að hlusta á og þér að horfa á. Sem ég ætla að senda þér hérna. Á meðan þú smakkar butterbjórin og segir okkur hvernig það finnst. Ok. Þetta er glæsileg. Þetta er non-alcoholic. Heyrðu, þetta er twist cup. Goddammit, Bjarni. Oh my god. Þetta er að vera fúlið við þessu. Hún verður brjálið. Það að gefa henni hérna. Nei, hann virkar henni þá. Akkurát. Það er sniðut. Akkur eru þetta ekki á íslenskum bjórum? Þetta er á öllum stelpubjórum úti. Miller time. Coors. What? Holy moly. Gott fólk. Þetta lyktar eins og sælgæti. Heyrðu, spila á meðinni að fæ mér sopa. Ég er búin að senda þér þetta. Já, auðvitað. Já, við getum hort á þetta hérna saman. Þú getur hort á þetta hérna. Ok. Ég er búin að sjá þetta svo oft. Ok. Ég ætlum til að segja þér. Já, ok, þú spila alltaf lagið. Þetta er best. Og ég ætla Þú sendir mér. Er ekki ekki að íta á nummer 2? Það er 1 eða 2, það skiptir ekki máli. Það er stýttra hérna nummer 2. Ok, það var 2. Já, ég ætla, ok. Þetta er bara viðlagið. Þetta er svolítið Þetta að spila 5 sinnum í jólabóðin í gær.
Þetta er samt grínið ekki, ég sá okkur til mann allt fulla. Þetta er allt lægi að spila 5 sinnum í gær. Og þessi hérna skrýtni rússin líka. Já, hann var að spila mjög mikið Bandaríkjunum hjá okkur. Og komast að því að Delia með leyndar hæfileika, hún næri þessu. Hérna, þessi bjór, hann bræðast hann svolítið eins og hérna, skal ég þið segja, smá sírupsbræðanum, svolítið. Viski, nei, rom, þetta er rom kannski meira, rombræð. Pínu rom kemur að þessu, sem að drepa engan, fá smá rom í kjálkan. Finnur það? Nei. Fékkstu þér ekki svo út eða? Ég fekk mér góðan sopa. Þú veist að úti er hann líka, þegar þú farið hann í Harry Potter garðinum, eða sett Universal garðinum, í Harry Potter heiminum. Já. Þú veist að farið hann bara í glas og þarna setja svona smá rjóma ofan á. Já, ok. Þannig að þetta er mjög, allir sem að fara til Bandaríkjanna, þið getið endilega pikkið upp eitt svona. Butterbeer. Vá, heyrðu, ég er búinn að vera að kafna heima. Ég hérna lendi, segðu frá. Búinn að vera með hérna millirifagigt fyrir allan peningin sko. Og byrju, hver er að leifa það? Ég veit ekki hver selur þetta einu sinni. Þetta er djöfullin ég að segja. 3 sinnum ég svona vissi ekki hvað það var fyrst, að ég hef aldrei fengið svona slæma millirifagigt. Ég held að var að fá hjartaáfall. Bara 30 ára gamall, ég held að þetta væri bara búið sko. Lá á rúminu og ligg svona á handleggnum. Og svo allt í henni byrja að finna svona kýtl í vinstri. Svo allt í henni bara nei, shit. Já, það er ekki kýtl í vinstri, það er blúsandi verkur upp vinstri hendina. Ég hef aldrei fengið hjartaáfall sko, þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar. En svo kom þessi hérna milliriga verkur og ég misti andan. Svo hérna þetta var mjög slæmt í gær. Svo var ég góður í dag, fór í Netto með fullan poka af mjólk og eitthvað. Tók pókana af borðinu og svo bara stopp, þegar maður missir andan sko. Hefur þú fengið það eða? Þetta er ekki cool. Ekki gott. Farðu það oft eða? Þetta er talað breyðið mér sko. Nei, goddammit. Þetta er náttúrulega ekki millirifagikt fyrir mig sko. Nei, en alltaf þessi ógeðslegi verkur. Já. Djúlega það ömulegt. Já. En þú fungerar samt miklu. Já, þú venst þessu sko. Þetta venst? Þetta venst að fara oft. God damn. Bobby Lee. En hérna, Jesus. Ég þarf eitthvað, hvað gerir maður við þessu? Þú bara býta í öxlin. Bara býta í öxlin á sér. Já, ekki mögulega að fara einhvern lyfjakúr eða eitthvað. Nei. En hérna, ég veit loksins hvað þú voru að tala um daginn með Binna Glee. Ég adda hann í einhverju greini sko. Bjarni. Þetta er fólk þetta alveg. Þetta er það einhverfasta sem ég hef lent í. Er hérna fólk í alvöru að fíla þetta? Fólk er bæði að fíla þetta og að trúa honum. Trúa honum, er hann leikari? Hann situr ekki allt inn á stórið sitt sko. Hann meðal annars leikir sígarettur eins og strompur. Ok. Og sett mamman skammaði hann fyrir að vera að posta inn og eitthvað. Sígaretturreykingum? Já. Hvað er hann gamall eiginlega? Ekki hugmynd. Það ég sko. En já, ég hafði rétt verið með, það voru þættir á Stöð 2. Já, snapparar sem að er ein versta hugmynd að sjónvarpsþætti. Ekki? Ever. Já, bara versta hugmynd sem ég sá þetta ekki. Væri gaman að sjá þetta samt. Nei. Þú ert að vera vel í því til að hafa gaman að staða þessu. Ok, kannski búið til einhver drikkileikum út af þessu. Já, kannski getur þú farið kjánarhólla svona. Talandi kjánarhóll, ég var að hlusta á hérna. Ég hlustaði á rappið aftur. Oh my god. Og það virkar. Þetta virkar sem cringe, sem er mjög gott. Eins og talandi rap, það fekk ég smá hugmynd með jólalægi sko. Já. Sem að við ætlum að gera sikkert jólalag af. Ok. Þetta sem er jólalag einhvern hlut sem er yfir séður yfir jólin. Yfir séður,
fær ekki nóg mikla athygli en samt skiptir miklu máli við jólin. Ok. Ég veit ekki hvað það og finnur eitthvað sem skiptir miklu máli en fólk horfa alltaf fram hjá honum. Þannig að maður hlutur tími, bara eitthvað sem fólk er að horfa fram hjá. Ok. Býttu nú við, það getur verið svolítið margt. Það getur verið fullt af hlutum sko. Getur verið og erum við að syngja, já ok, fólk horfir fram hjá þessu. Er þetta gott eða slæmt? Ég veit ekki, við erum bara að semja jólalög það. Ok. Það er bara að semja jólalög allt sem að skiptir máli í jólun. Akkur ekki að semja lag eitthvað sem skiptir ekki máli í jólun. Verður það þá ekki sjálfkrafa ekki jólalag? Jú, þetta er jólin. Þetta er key point í jólunum en allir horfa fram hjá þessu. Af því að það eru sum jólalög sem að það er búið að semja jólatrí, jólasveina, grílu, snjóin, allt þetta, gjafirnar og allt svoleiðis, matinn, mig og þig og mig og alla. En hvað með hlutina sem fólk hafa fram hjá? Beltið af jólasveina. Satan. Hvað hann að gera jólasveina? Hann gleymir stundum. Nákvæmlega. Grei Satan. Ég fæ roll bara. Fær hann bara orkudrykkju sinna það? Já. Ég held hérna, ok, þannig að Satan myndi flokkast sem svona dæmi af þessu. Já, hversu mikið tengist hann jólum? Hann, gera hann það ekki? Nei, hann tengist ekki beint, jólum, sko. Nei. Ekki beint, nei. Okay. Ekki náttúrulega gerir jólin hann Satans. Satan? Bara eitthvað sem ekki búið að semja jólagum. Satan átti syni sjö syni átti Satan. Stólið. En var það ekki Saddam? Adam. Nei, það er Adam og Sverrir Stónskers söngum Saddam og Saddam átti syni 7. Hann sáði. Það er svona Dóna lag. En, skemmtilegt. Heyrðu, við skulum hérna taka örsnöggar auðlýsingar. Ég ætla að segja mér hana kaffi, klára hérna bjórinn. Svo skulum við kannski bara hringja í hann Geira. Í Gura. En það ekki. Mannakúka, því einhver kúka á helvitis göngustíð. Já, nákvæmlega. Sjáum hvort hann verði svo með okkur í framtíðinni. Komast að því. Við komum eftir smá auðlýsingar, jóla. Pappa þykir ósköp vænt að fá bindi í jólagjöf. En innst inni langar hann mest í Philips ísvél. Kælibóks beint úr frystinum, ísblanda, rjómi og ferskir ávextir. Tilbúið. Já, Sami, við erum komnir aftur. Yes. Baggalútur. Þetta er svolítið hart. Þetta er baggalút. Átti ekki að vera rólegt. Þeir kunna að gera jólalögin sko. Þeir kunna að gera jólalög. En þeir kunna að endur gera jólalög. Þeir kunna að gera jólalögum úr öðrum lögum. Já. Hanna kom. Já, takk. Veistu hvað við þurfum að taka fyrir? Hvað? Af því að þú veist að öll íslensk jólalög, eða flest, eru stólin. Stólin frá ítölskum dægurlögum. Við hefðum þurft að taka hérna, ég hefði þurft að aðeins undirbúa þetta. En það er eitt þáttur fyrir jól, við skulum hérna taka þetta saman fyrir næsta þátt. En nú er ég pínu stressaður. Já, það sést og heyrist. Af því að hérna, það var gert hérna símatími daginn. Og hver veit nema að sé djöfullinn sjálfur því að símanúmerið byrjar á 666. Monster. Þetta er alltaf tengjast hérna hjá okkur. Það er eitt sem mér er dætt því að þú sagði að það voru strákur. Já. Hvað hann hefur tekið símanum með mömmu sinna pappa? Þá kemur það bara ljós. Ok. Þá tölum við bara við fóreldrarna. Ok. Skömmu mann. Þetta er samt gullnúmer frá Nóa held ég. Eða Vodafone. Það er ekki með 666 nema að borga 5.000 kall fyrir það sko. Nei. Ég veit ekki hver velur hvað er gullnúmer sko. En eitthvað svona þjált. Ég ætla ekki að segja símanúmerið. En það byrjar á 666 og endar á síðustu 4 eru þjálið líka sko. Já. Já, þjált jákvæmt en ég byrjar að skjála. Þetta er af því að ég veit ekki, ég vil að allt sé gangi vel sko, skilur. En það veit aldrei með svona, að saman hvað gerist, þetta verður bara fyndið. En góða punktur já, hérna ef að einhver brjálaði faði svara sko. Þetta hljómaði svo 3 strákar, þeir voru að spyrja einhvern mann. Er Arngrímur í þessu númeri eitthvað? Ég sagði nei, hann er dauður. Og hann bara, þeim fannst það eitthvað rosalega fyndið. Hann þetta getur verið djöfullun. Pröfa það að ringja. Já, sæll, Arngrímur hér. Ég vil bara man ekki alveg hvað hann heitir sko. Þannig að, en við skulum ringja og við ætlum að gefa þeim hérna, við ætlum að gefa þeim jólagjöf í tilefni að jólunum.
Ok. Herru, hérna er mér númerið. Segjum þetta og förum í þetta. Hvar var ég með? Þarna, já. Ok. Nú erum bara að vona að svari. Halló, Góðan og blessaðan daginn, við hvað tala ég? Snorra? Sæll Snorri, við erum að hringja úr útvarpsþættinum Gráasvæðinu og þú varst að vinna vinning í þetta skipti. Trúirðu því? Hvar býrð þú Snorri? Ert þú á höfuðborgarsvæðinu? Ég er í Bílans. Býrðu í Borgarnesi? Ekki sækja pabba þinn. Þú varst að vinna Sex and the City. DFD, safn. Sería 1-6. Sería 1-6. Þykkurðu það? Það er nú jólin. Það er ekki að hvernig degi sem er að gefa jólagjafir, sko. Nei takk. Herru, við Nei, bara, takk. við hérna. Ertu viss? Bílans, viltu búið að tala um mömmu mína? Já, ekki málið. Ok. Halló. Já, komdu sæl og blessuð. Bjarni heiti ég, hringi frá Gráasvæðinu. Er þetta Gráasvæðið? Útastátturinn Útastátturinn Gráasvæði. Gráasvæðið. Heitir sonu þinn Snorri? Blá. Gráasvæðið. Á YouTube. Hvað er það? Útastáttur. Já, ok. Sko, við hérna fengum símtal úr þessu símanúmeri og hafa gert lítið símat Ok. og við ákvæðum bara að gefa honum hérna DFD pakka. Já, Er það strákunum þinn Snorri? jú. Já. Heldur hann vilji þykja þessa jólagjöf? Alveg öruglega. Alveg öruglega. Látum okkur sjá, ég ætla að segja pókan, veitu. Það er aðeins meir en bara seri 1-6 og 6 and the City, sko. Það er alveg heilt póki hérna sem við ætlum að velja úr fyrir hann. Ok. Eigið þið DFD-spilara? Jú. Já. Sko, Everybody Loves Raymond, hérna, fyrstu 5 seríunar. Nei, fyrstu Ok. 25 þættinni. Hver er minn? Everybody loves Raymond, veist hvað það er? Hérna með Já, Latabæ, hann veit hvað það er. 1 og 2. Latabæ 1 og 2. Svo kannski eitthvað sem þú myndir vilja. Ég er með Desperate Housewives, Já. hérna, seríu 2. Af hverju? Desperate Housewives. Já, nei. Og Sex and the City. Og Sex and the City myndina. Já, nei. Hann er að segja Sex and the City og Desperate Housewives. Þetta er ekki grín, ég er með þetta hérna við frá mig, sko. Já, ok. En hérna, þetta er þessi 4 möguleika, segir það. Nei, ég er En með þetta fullan verður- póka af DFT, ég skal bara gefa ykkur þetta allt. Það er bara gefur. Er það ekki? Þetta færum fyrir að gera síma til okkur. Já. Það er hún jólin. Yes. Það er Já, ekkit. það er frábært. En hérna, En ef við koma að sækja þetta... sko, það er spurning hvað er búið í Borgarnesi eða Reykjavík? Við búum í Kópavogi. Þið búið í Kópavogi. Herru, ég skal bara senda þetta til ykkar, allt saman. Ok. Ég ætla að hingra á línu, ég ætla að fá heimilisfangi hjá þér. Ok. Allt er góð, takk, hingraðu. Takk. Hæ, hvað er heimilisfangi hjá þér? Já. Ó. Ok, Þetta er lóðanúmer frekar þetta. já. 200 og postnúmerið. Já, 203. 203, Kópavogi. Og það er ekki bara stíld á þig. Jú, endilega. Ég heiti Já. Herru, þá er þetta bara svona. Ok. Þið fá þetta. Þetta eru nokkur DFD, ég hef ekkert að gera við þetta. Nei, ok. En hérna- Takk kærlega fyrir. Ekki málið, segðu nú svo að hætta að gera símat. Já. Ok. Takk fyrir gleðileg jól. Gleðileg jól, bless. Já, gleðileg jól að bæði. Ertu búin að skella á það? Svo þið andskotast í lokin. Núna verður strákurinn tekinn á teppið, sko.
Ok, við kannski erum ekki að ringja áttur. Er ég rauður? Þú ert líka rauður. Oh my god. Greis strákur Nú er hann bara fyrir jólafrí hans að setjast niður og horfa á alla DVD-myndina sem hann Já, ég panikaði samt. Svona ég er svo stressaður. Hefur svona eitthvað. mistir allt og tókst okkur úr sambandi hérna. Já, ég misti hérna póka núna og allt drasli. En það eru jól. Ég gaf allt í á tíði burtu. Við ætlum að neyta þetta í nokkra þætti. Nei, við finnum bara eitthvað meira. Já, finnum eitthvað í. Við hefum báðir fullt af drasli. Sjáðu líl krakki. Ég vona hann Snorri hérna ég gleðileg jól. Viltu tala um mömmu mína? Ég var ekki að gera. Þarna sérðu hræðirnar á þessum dreng. Hann bara þú er ekki neinu leið og veit hvað þetta er. Já. Ég hérna náttúrulega Ekki segja gott fólk því skilja að ég þarf náttúrulega að kvetta út heimilisfang og númer og allt svona. Og nafn og númer. Ekki það skipti einhver máli. Það er þetta að fletta öllu upp í símaskrá í dag. Ekki þau ekki nafn og númer. Það er rétt. Herru, ringjum í Geira næst. Sjáum hvað hann sé. Það er aðeins auðveldar að hringja hann. Já, ég er ekki alveg Ég er ennþá svolítið svona pínulítið á nálinni. Nákvæmlega. Fínt að fá smá svona bjóri æðarnar. Það var ekki jafn Bjórinn að gæslappa. Já, þetta er eitthvað. Nú er hann alkohólik. Geiri. Hann skellt á. Heyrðu, þetta var gaman. Þetta var ekki leiðilegt. Nei. En hann er heppinn að Snorri. Ef maður ringja bara í eitthvað, sko, þá hérna. En talað það er að koma jól og pakkar og svo leiðis. Já. Býtu nú við. Þá ert þú með eitthvað. Já, heyrðu. Við skulum hérna henda okkur í Sorry, ég datt aðeins út. Það er hérna smá leikur sem við ætlum að henda okkur í. Já. Leikur eða keppni? Keppni, þetta er nú ekki mikil keppni sko. Jú. En það? Hvor vinnur? Ok, ég er með happaþrennur hérna á borðinu, 2. Það er hvor vinnur meira? Já, þú meinar. En að því ég keypti að báðar ef þú vinnur, ok, hæsti vinningur er 500.000. Já, þú mátt bara eiga það. Ég skal bjóða þér í bíó. Já, þú mátt eiga það. Ef það er 500 skall á þessari, þá máttu eiga hann. Það ekki, gleðileg jól saman minn. Herru, við skulum hérna. Geir Konráð er á línunni. Það er spurning hvort við þurfum ekki aðeins eitthvað að tjúna símana. Og Herru, býtu nú við. Hvernig gengur að skafa sami? Bara að skafa bílum, það gengur ekkert. Talandi það, sjúklega góða sköfur í Costco. Kostar 2.000 skall. Ég held að séu meter á lengd eða eitthvað. Jæja. Og skafar. Skafa, hvernig vinnur maður í þessu? Vinnur þú 6 til 13 jólusjana undir skarfundunum. Vinnur þú upphæðina sem er tekinn í vinningsskránni baklið með hans. Býtu nú við, nú er ég komið alveg helling af alls konar af því sama. Já, ég er ekki komið 1 jólusjana. Býtu nú við. Jólaskraut, vettlingur, Dun. köttur. Býtu nú við. Engin jólasjana. Engin jólasveinn, ég er með einhverja 12 jólasveina hérna. Nei, skýrgamur. Vann ég eitthvað? Má sjá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ég vann eitthvað. Ég 1, 2, 3, var að 4, 5, vinna 6. eitthvað gott. Skýrgámur. 6 skýrgámur. Já, 300 kall. Nice. Það er ekki ónýtt, gott fólk. 300 kall hérna. En ég var að gefa DFT-diska fyrir rúmar 6 milljónir. Ekki alveg. Þetta er ykkur 3.000 kall verðmætti af DFT. Það er ágætt. Herru, nú skulum við, hvað ert þú með? Ekki neitt jólasveina? Ég fekk 3 kjötkróka. 3 kjötkróka og það er engin vinningur. 13 jólasveina. Þú veit að það verið gaman að fá 13 jólasveina. Það er bara halvur millari sko. Já. Gaman að þessu. Þetta var happaþrennuleikurinn þetta skipti. Talandi content. Talandi jólasveina. Já. Geir. Pítu, hann er hérna einhvers staðar. Sko, ég held við þurfum að Þú erum að týna Geir. Við erum búin að Þú erum að týna Geir. Týna Geir. Þú líka lendum í þessu. Mikrofón. Geir. Núna kemur þetta sko.
Ég held að Geiri? Ef það ekki Geir núna þá segi ég upp. Geir. Engin Geir fyrr en að Hello, is it me you're looking for? Geiri? Geiri? Hello. Sæll Geiri minn. Já. Hæ. Hei. Núna heyri ég okkur. Já, hvað? Það var þvílíkt vesen hérna af því að virkar ekki að nota Facebook lengur. Það virkaði að þau voru með Jóhann, eða? Já, og sama aðferð virkar ekki lengur. sem ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað tæknileg mistök. Þetta er bara unprofessional Bjarni að vera unprofessional held ég. Ertu byrjum unprofessional eða? Það var bara Unprofessional. Þannig við ákveðum bara að hringja í Geira í gegnum Skype. Já. Af því að Skype er framtíðin. En við erum ekki að hringja Skype núna, er það? Jú. Ertu að hringja Skype? Já, ertu ekki að tala í bara... Jú, svona getum Ég við... er bara að tala vennilega símanum. Já, svona getum við sko tala saman. Og heyrið þú þetta? Já. Heyrið þú þetta? Líklega ekki, fyrst ég heyri ekki neitt. Já, ok. Sko, það er nefnilega alls konar sem að maður þarf að hafa í huga þegar maður er með útvarpsþátt. Og það er fyrst og fremst að hafa allt á hreinu. Og þú Já. við vorum... Semst að þegar við hringdum á þann, heyrðum það ekki Super Mario dótið mitt. Oh, goddammit. Oh, damn. Ég heyri ekki neitt með það. Nei, ok. Við hringdum í eitthvað fólk út í bæ. Hann var strákur sem að gera símaat í mig. Og Og hann hendi sín. og við Okay. hringdum í Kópavoginn og gáum manstu DFT-pókin sem var á gólfinu inn í stúdíói. Já. Af því að mér fannst eitthvað svo klúrt að gefa Sex and the City einhverjum strák. Hann gaf bara allan Þannig ég poka. gaf allan pókan til þess að afsaka fyrir. En ekki nóg með það, strákurinn fór með síman til mömmu sinnar. Já, hann sem sagt Viltu tala um mömmu mína? hann var hringt úr þessu númeri sem við hringdum í og einhver strákur að atast eitthvað í mér. Og ég veit náttúrulega ekkert hver þetta er og svo framvegis. En ég endaði á að gefa honum jólagjöf fyrir allan peningin. Fullu póki á DFT drasli. Heyrðu, Geiri. Já, það gleður mig með skurði. Það ekki, það er gott að gefa. Já, gott að gera. Það er gott að gefa. Svona efnum við okkar. Þetta með leiðindu okkur, við erum góðið við þig. Jólaandinn. En hvað segir Geiri minn, það fyrir að styttast í þig bara? Já, það er rétt. Það er bara vika það bil í að ég komið aftur. Get ekki beðið. Við getum ekki beðið, Geir. Nei, við viljum fá það bara, hvað er bara núna? Hvað er núna? Núna? Komdu nú. Nei, gefum hún Nei, viku. núna. 18. Já, það eru 8 dagar. Já, þú? ég þarf að klára að vinna fram á sundaginn og það er hérna. Þú ert að Svo er ég kokka. búinn. Þú ert að kokka hann úti. He's cooking. Ég er að kokka og þjóna. Ég kokka frá frá 10 til 3-4 Ok. og svo þjóna ég frá 6 til 2 nóttina. Þvílíkt. Þetta er flott. Er ekki gaman að vera hann? Já. Jú, þetta er bara gaman. Ég fekk svolítið samt fullmett boð í gær. Ég var að þjóna fyrir hópa fólki sem er Halliburton, munið þessi fyrirtæki. Halliburton. Dick Cheney sem var hjá þegar Bush var fórseti eitthvað tengdur þessu, þetta er risa svona bandarist fyrirtæki í olíu eða vopnum. Já. Og mér skoðum, það er eitthvað svona fínt fólk, einhverjir svona executives sem eru að fara út að borða á veitingastæðina sem ég er. Þetta er veitingastæður þetta er á 3 hæðum, veitingastæður á næsta hæðinni og svo er svona stofur, svona prívat stofur á 2 efri hæðinum, þess að fólk getur svona félagskapur getur komið saman og verið svona prívat. Ok. Og þarna voru 14 manns eitthvað að drekka og gaman þarna og borða þarna mat og ég var að þjóna þarna við kvöldið og svo þegar líður á þá voru orðin svolítið full svona eitthvað af þessum fólki og það er ein kona sem svona hnippir í manni sem segir spurðu hann og hann er eitthvað jú, heyrðu afsakaðu mig hérna já, hvað, má bjóður meira kaffi eða konjak? Nei, ekkert þannig ég er að spyrja, ég er að spóða hvort ég mætti ertu einslífur? What? Og ég er náttúrulega að tala norsku þarna þannig að ég kemur svona stundum upp einhver ruglíkur í eitthvað fyrirgjöðu, ég skilur ekki alveg. Nei, ekki þannig, ekkert mig eða svoleiðis eða nei, sko við
við eigum dóttur hérna sem þyrfti eiginlega að vera hérna með, já, hún ekki að standa sem hún er alltaf að deyta einhverju vitleysing. Við viljum að hún sé með skandinavísku manni, helst íslensku. Ok. og þá segir svo gamla hérna konan, já, sko, við vorum að frétta að þið þyrftu alltaf að fara og nota eitthvað app í símanum af því að þið voru alltaf skild. Þannig að þarna núna getur við bara farið og við getum bara bóðið þér á date það með dóttur okkar. Vá, fékkst það sjá mynd eða? Já, Fékkst það sjá mynd á dótturinn? Hérna, sko, ég sagði náttúrulega bara nei við fulla fólkið. En svo þegar ég var eins og farin út úr stofunni og svona hlóð með sjálfum mér, þá hugsaði ég mér, sko, skrampan, þetta var fólk sem var að borða mat fyrir, kannski svona 300.000 krónur. Ok. Allur hópurinn og eitthvað, ef þetta bara ein dóttir og hvað? Þú ert í sambandi ekki? Fékkst, Já, ég veit það, ég sem hefum bara svona vera svona trófi husband. Já. það enda samt aldrei vel, sko. Svo erum snargeðið og þú enda dauður ykkur starf. Eru þau amerísk eða? Nei, þetta er sko, konan var amerísk og kallinn norskur. Já, ok. En Bjarni, sérðu Geir ekki fyrir þér hérna inn í stofu, bara leysibónum í víkingafötunum með stafið sinn og pípu? Ójú, ég sé það fyrir mér. Og við kíkja á einhverju mannsjóni einhver starf. Já, og bara býði eftir að konan komi heim. Ég bara er hérna í húsverkunum svona eða að skipa þjónunum fyrir. Já, það er húsverkið þín. Þetta er skrítið boð, ég hef aldrei lent í þessu. Ég kannski ferðast ekki nóg. Ég hýst að þetta hljómar svolítið svona þriðja heimslegt eitthvað. Já, svolítið. Það sé að reyna að koma dóttur sinni á eitthvað stefni. Pimpa út dóttirina. They be pimpin'. Ég hef heyrt að þetta er gert stundu við stelpur. Já. Þá voru oft menn, sko, að þú ert, ég veist nokkra sögur. Já, eða þeir segja það allavega. Og þeir eru að leita sér konu og eru bara strax tilbúinir að hérna, vilt þú giftast mér? Ég á fullt af pening? Þetta er svona bachelor. Eitthvað svona bachelor dæmi, sko. En ég hef aldrei, gaman að vita að hérna, það er bara að vera að bjóða í kall. Ég tók þessu með rósi, en svo, þetta var samt svona pínu undarlegt, en svo náttúrulega kom grækin upp í mér og hugsaði með mér, Fýtt styrk. Þetta var bara að borða milljónæringum og ég mér að fara á date með dótturinni. Ég veit, ég er náttúrulega í dásamlegu sambandi og elska kærastuna mína. Já. En samt er freistandi. Hún myndi örugglega skilja ef ég myndi fara á eitt date með þarna og bara cash out og bara fá styrk fyrir hérna nýju stofunni maður. Og hlaupa svo út. Þannig að já, þetta er svona skrýtnir hlutir í daglega lífi Geirs hérna í Noregi. Þetta er ótrúlegt. Til hamingju með þetta, held ég. Segjum að það. En hversu vandræðalegt til hamingju? Hversu vandræðalegt er samt að segja nei, heyrðu, ég ætla bara að vera þjónn hérna og elda og ég þetta er bara fínt. Ég tók nú náttúrulega þannig að ég sagði að ég væri nú hérna ætti nú kærustu og ég var nú hérna með hring á hönd þannig og þau eitthvað, afsaka það var nú bara þetta er svolítið random en gaman að þessu. Já, það var svona þurrulega kvöldsins. En hérna, hvað er svo en hvað með ykkur, sko, hvernig er þetta jólaþátturinn eða verðum við með sérstaklega jólaþátturinn? Það er einn þáttur sér næstu helgi, það verður jólaþátturinn. Það er reyndar, sko, það er spurning að spara hann. Að taka hann milli jólun. Taka hann með að Geira. Nei, býtu, samt ekki. Geiri, þú ert að vera brjálað að gera hjá þér. Þú kemur á mánudegi og hérna, svo ég er í frí í þessa viku, sko. Spurningum að taka einn auka þáttjáfnvel. Við skuldum orðið 3 þætti. Ekki mér að kenna. Það er ekki þér að kenna. Þessi múr og markmenni sem er þarna fyrir utan stúdíó okkar á hverjum einasta degi. Já. Nákvæmlega. Það fá þarna nýju þetta. Allir við tökum ekki þátt og svo auka þátt kannski bara 19. eða 20. fyrir eftir hvernig. Já. Ég var vonast, verður ekki þá jólalaga challenge? Jú, við stefnum á hérna. Við erum komið með smá svona línu fyrir það. Þannig að verður að vera textinn. Verður að vera eitthvað sem að fólk horfir yfir jólin.
eitthvað sem skiptir máli en fólk appreciate það ekki nóg. Sem dæmi Já, ok. Satan. Nei, það er ekki sem dæmi. Nei, ok. Hvað? Ég sagði bara Satan. Já. Þannig að það þarf að vera jólatengt en eitthvað svona sem er ekki Það er jólatengt en eitthvað sem fólk horfur alltaf framhjá. Nei, að það skiptir máli um jólin. Ekki Ok, gefa börnum ok. hugmyndir. Mér vantar hugmyndir samt. Geri, ég ringi þér eftir þáttinn. Og lagið sjálft verður að stólið frá Ítalíu. Já. Þú hefur heyrt það, Geri, það ekki? Öll hérna. Já, öll fjandans jólulög. Og- Ég held að normenn gerir þetta líka. Þetta er alltaf eitthvað svona mjög svona furðuleg jólulög. Það er svolítið Og maður skrítið. hugsa með sér að þeir stelast bara einhvers staðar og setja bara einhvern jólateksta. Í gamla daga gerir ég ráð fyrir að þau hafi ekki átt vona á að interneti myndi tengja allt svona vel. Þannig Þú vissi ekki af internetinu í gamla daga. Nei, í gamla daga þá tökum bara lag frá Ítalíu, skilur, eitthvað dægulag, eitthvað sumarlag sem er aldrei hlustað á jólin Já, og við skulum bara breyta þessu í íslenskt jólalag. Hví ekki? já. Á enginn eftir að komast að þessu. Nei, náttúrulega. Þetta hugsaði Helgi Björns í villinu sinni. Opast margt þarna. Jú, Já. eiginlega En öll þú- en- gömul lög en á Íslandi. Var þetta viðurkennt eða þóttust þau hafa samið tónlistina? Í gamla daga þóttust að hafa samið Já, þetta. þau töluðu bara ekki um þetta. Nei. Þannig að þetta fjall svona á milli steina, sko. Þannig að Áhverju er ekki meira hneyksli í þessu? Þú veist, hvað er hérna? Hvar er fólki sem er eitthvað betra að gera? Á dvalarheimilinu og lamið þessa gömlu söngvara eða pissa á grafirnar. Svo ég kom aftur inn og þá held ég að það væri millennial sem myndu frekar núna ganga í að bara rústa þessu. Það er alltaf millennial sem er að skemma allt núna. Það er allt þeim að kenna þetta. Það verður það í framtíðinni. Það verður ekki mikið eftir að neinu. Þegar allir smiðirni deyja og hvað verður? Það verður bara einhverjir pappakassar. Ég veit ekki hvað ég er að segja. Ég datt bara full út í millennial. Sett núna fyrir Geir að koma. Já. Jónurinn fyrir að koma. Já. Krúið hefur bara alltaf mæta aftur í Borgarnes. Þetta er alltaf, veistu, maður endar alltaf í Borgarnesi. Allir nema Jóhann. Hann er bara að borða sushi. Hann er bara fastur, já hann er fastur úti. Ég þetta sushi. Já. Hlustaður á þann þátt? Seinni þáttinn, ég byrjaði að hlusta á hann í vinnunni en svo stoppaði ég þarf að klára hann. Hann var þægur hann Jóhann? Það var mjög gaman að heyra Jóhanni viðurkenna það þetta AA dæmið Já. sem talaði um. Ég hóði það mjög gott. Poster child fyrir AA. Já, Hann- svona. Hann hefur ekkert að fela, hann Það er- segir bara það sem hann hugsa. Það er spurning líka hvort við ættum að taka eitt þátt sem væri bara drullu fullu þáttur. Allir Það sem væri fullir. bara með flöskur og Jól og borði bjór. og taka skot fyrir hvert einasta dæmi. God damn. Bobby Lee. Það er alveg góð hugmynd. Ég þarf reyndar að reyna að stjórna. Ég panikaði áðan sko. Já, hann var að telja upp 10 myndunar í miðjus símtali og misti svo pókan og ná headphone að setja okkar. Slöknaði öllu. Slöknaði öllu. Þannig að já, Og síðan þegar við stungum okkur áttur samband þá var hún ennþá þylja upp að sem að Bjarni var að tala um fyrir strákinn sinn. ég held að hann heiti Snorri, strákurinn sem að gerði símat. Ég held að hann sé í djúpi skít núna. Já, núna þarf hann að sitja yfir öll jólin og horfa upp 10 myndir Já. og missi síma sinn. En þetta er bara hann- gott gesture. En hins vegar talað um skot þá fekk ég gefin sem búkaflösku í Bandaríkjunum. Ok. Þannig ég þurfti ekki að kaupa sem búka til að flytja, vodka eða eitthvað sterkt til að flytja heim. Ég bara flytti það heim. Nei. Ég Ég myndi bara koma heim með einhverja helvitis ágavítisflösku. Það er eitthvað svona norsk. Hvað er með norskan blábæri vodka? Hann er mjög góður. Já, ég finna eitthvað gott. Er þetta ekki bara hóstasaft? Þeir eru með ágætis bjór hérna. Já. Annan eins og Bandaríkjumenn. Fyrir utan að hann Já. kostar bara handlöku fótleik. Það er svona. Nú kostar hann mikið? Nei, ekkert mikið þetta var. Náttúrulega, íslenska krónan er orðin svona, það er sterk að þetta er. Þegar maður var hérna fyrir 5 árum síðan, þá var þetta allt svona tvöfalt dýrara. En þetta er samt djöfull dýr. Þetta er alveg svona íslenska verð Já. á bar og svona, sem er svona, sem gerir það verkum að ég fæ mig kannski bjór með mat eða eitthvað, en ég fer ekki út á fyllu. Nei. Geir, manstu hvernig Bandaríkjum Já. voru? Það hræði mig hvað það er ódýrtar. Já, veistu, það er svo ljúft líka að geta bara farið á veitingastað og leyft sér að fá sér einn drykk áður en þú byrjar að borða það. Bara Já. eitthvað svona, Það er bara, bara eitthvað svona lítinn, bara góðan kokteil, bara svona, já. lítið góðan. Birkir keft sér fötu í unnustafnum.
Það var ekki bara fötu með Fyrir matinn, eftir matinn. Það var ekki 2 bjóra fyrir matinn, 1 Já. bjór með matnum og svo bara fötu eftir matinn. Vá. Já. Og það Já, kostaði ég bara 500 kall. Ég og Cecily fórum á mexikanska veitingastað þar sem maður fekk skál, sko, svona stóra, gamla, svona leirskál og hún var full af einhver svona tequila, koktel og þetta var kallað Consuela og þetta var bara mjög eðlilegt að fá bara, sko, áfengi fyrir sem er bara svona hvað segir maður, svona punch bowl fyrir partí. Þetta var bara sett á borðið fyrir mig. Já, ok. Og bara ausa. Og kostaði ekki það mikið. Nei, það voru bara 2 rör og ekki sénsinn mannlega manna. 1, 2 og drekka. Hvað myndi svona skál kosta hérna á bar í Borgarnesi? Á Dúsa? Hvað myndi það kosta á Dúsa? Númer 1, myndirðu fá þess á Dúsa? Nei, kannski ekki. Eins og góð flaska af hvítvíni bara. Ódýr flaska af hvítvíni. 15.000 króna dæmi að kaupa svona dót hérna heima. En þarna úti þá, þetta voru kannski, ég veit ekki, fyrir þeim var þetta dýrt, þetta verið þá svona, hvað, $20? 20 skall. Það er ekki neitt. Þetta er bara áfengið dugar út allt kvöldi, sko. Já, þetta er áfengið út allt kvöldi, þú bara sett á borðið fyrir þig og gaman hérna, gjör það vel. Þannig að ég er pínufúts með stjórnmálin núna í dag, að það séu, sko, svona miklu íhaldsmenn, við erum með Vinstra græna og Sjálfstæðis og það er ekki, og fólk, það álega bara banna allt með skemmt, banna sykur, banna áfengi. Geir. Hann heyrir þetta ekki. Nei, ég veit að þess að ég spamma þessu. Já, ok. Já, hlusta bara á þetta sen. Hann er að spamma þig aðeins. Þú veist að vera í stjórnmálinu, sko. Tölum ekki stjórnmáli þessi þætti. Forróðarostur. Já, en það má samt gagnrýna. Já. Það má tala illum stjórnmálinu þessi þætti. Já. Ekki vogar að hrósa þeim. Ég vil bara tala gegn öllum stjórnmálum, öllu því sem, sko, allir því sem banna eitthvað skemmtilegt. Þeir eru, sko, það er hlegið að mér hérna í Noregi þegar þeir eru sagt að bjórinn hefði verið leyfður á Íslandi árið 1989. Þetta er bara brandar út í Noregi. Það gerð grína okkur og norðmenn eru svo gjörsamlega, sko, skelfilegir þegar kemur áfengi. Þú getur ekki fengið 2 skot á áfengi hérna út í Noregi. Nú? Nei, það er bara 1 skot. Þú getur ekki fengið 2 rammi kók, það er bara bannað. Þú mátt bara fá 1 skot í glas. Þú getur ekki keypti rammi kók og svo 1 skot á rammi og sett út í glasið því að þeir eru með schenkekontról. Fólk á vegum ríkisins sem passar fer á milli bara og passar að fólk sé ekki of fullt og tilbúið að kæra og loka stöðum. Brjóta áfengislögin. Það sem að Íslendingar myndi ekki að passa. Þetta myndi ekki virka hérna, sko. Nei. Það er bara einhver drepin, sko. Og það kjánulegast af öllu, það er gaman fyrir barþjón eins og mig að þegar kemur einhver fullur normaður og segir, heyrðu, ég ætla að fá hérna Long Island Iced Tea og ég eitthvað, ok, ég skal gera Long Island Iced Tea samkvæmt norskum reglum. Egil. Þannig ég tek 1 fucking skot. Já, stórt. Ég rakst í takka. Hann rakst í takka. Fyrirgjöðu, hvað? Long Island Iced Tea. Já, sko, ef þú ætlar að fá Long Island Iced Tea í Noregi, þá, sko, þið vitið hvernig Long Island Iced Tea er gert. Er þetta bara djús? Haugur og áfengi og smái kók. Já. En í Noregi, þá, sko, blandar Long Island Iced Tea í 1 skotglas, 1 lítið fucking skotglas. Já, ok. Þú veist, dropi af þessu og dropi af hínu og dropi af þessu, setur síðan í glasið og fyllir upp með kók. Og svo tekur normaðurinn þetta og drekkur. Svo sterkur drikkur. Bara ekki nákvæmlega sama og bara 1 skot af vodka út í drikkinn. Helvítis normaður. Þetta er út í hött. Þetta er út í hött, en? Og þetta fólk gerir grína okkur Íslendingum fyrir okkar reglugerðir. Þannig að ég er ósattur. Ég sem, sko, afkomandi víkings og sjóraníkja, ég vil fá að drekka mitt áfengi og hafa mína skemmtun. Þess vegna? Fyrir við til Bandaríkjana? Nei. Jú, við getum gert það, seinna. En það styttist í að þú getur... Að sluta Bandaríkjana? The 51st state eða eitthvað þannig. Viltu það? Þú veist, ég fór til Bandaríkjana og ég hitti Trump hvergi. Nei, ég held nefnilega að hann sé ekkert allstæðir í Bandaríkjunum. Nei, hann segist að vera guð. Ég sá hann hvergi. Sagði hann það? Já. Ég fylgist ekki nú með hann. Það er alveg guð það ekki. Ég hef aldrei séð hann heldur. Nei, ekki ég heldur. Nei, góð punktur. Er það eitthvað bull eða? Ég ekki trúi þessu. Ég meina þá hlutar Ísrael að vera til, þú veist, við sjáum það ekki heldur. Já. Það lítur bara að vera. Þetta er heimsbyggi hérna í bóðu Gráðsveiði.
En það styttist í því gerir minn og innegni mín á Skype alveg að vera búin. Þannig að Já, við þurfum ég að fara að fá mér eitthvað að geta. hljómaður, hvað borðar maður í Noregi? Jólamat. Herðu, Er það allan daginn? þeir borða hinn verstamat þegar jólamaturinn þeirra er skelfur. Sorp. Er þeir með svona, nei, við erum náttúrulega, hvað er besta kjöti til dæmis? Þeir fá sér svo kallar pinnehjört sem er bara svona lambarif skorið af einhverjum svona brjálæng. Þetta er ekki skorið svona, þetta virðist bara að hafa verið sett í hakkavél, bara skorið af einhverjum blindum brjálæng. Þetta er svona skorið í gegnum bein hér og þar og guðmátt og það, en þetta er svona norsk rif, allt og saltuð, pínlítið reykt, soðinn og svo er þetta skellt á disk með einhver rófustöppu og svona hellaðir fitun yfir og eitthvað, jólamatur. Og ef það er ekki þetta, að þá fá þeir sér lútifisk sem er harðfiskur sem er síðan settur í vatn eða sem er settur í lút. Lút er svona hreinsefni eða svona notað í gamla til hreinslunar og svona. Lútur. Er þetta, já, ok. Þetta var sér gert úr bjarkarösku. Það er eitthvað potassium eitthvað dæmi sem er í öskunni og þetta var notað til að hreinsa en hvað það? Þetta er þeir setja þetta í einhvern skelfilegan efnalög og harðfiskinn sinn og þá hann tútnar út og verður svona eins og fiskihlaup. Svo er þetta skólað og fram og tilbaka í vatni í 14 daga, soðið og en það eina sem þetta er fiskihlaup sett á aftur einhverja stöppu en þeir hella yfir í staðinn fyrir hamsatólk og þannig dót og hella þér yfir baconfitu og baconbitum. Þannig bjargaði þessu. Já, ok. Þeir mega eiga það. Ég er alveg til í að borða, taka þetta heim til Íslands og þegar maður byrjaði að borða fiskinn að sleppa hamsatólkinni og taka bara baconfitu og baconbita í staðinn. Já. En annars eru þið villimenn og ég skamma sig fyrir öll. En gerir minn, getum ekki beðið eftir að fá þig aftur í Borgarnesi góða og þú ert þá ekki að stefna á faran eitt strax eitthvað? Nei, ég verði alveg fram yfir áramót. Fram yfir áramót? Það er svona hlutir í vinslu. Hvort að maður endi í Borgarnesi eður ei. Já, nennir við bara að gera svo vel að enda. Við bara tökum hann og bara bindum hann niður. Já, eins og af gömlum sið. Já. Og bara fer ekki neitt. Fer ekki neitt. Já. Geri, það er alveg. Náttúrulega getur við svo ingjöld svíplið bara bundið við staur og geta grasinn í skarningskari. Já, við gefum alveg 10 metra til að labba sko. Þú fær 10 metra, 15 ára þægur, 15 ára hvora viku. Geri minn, bara við elskum þig og hlökkum til að sjá þig í jólagleðinni og já, stefnir allt í að það verði jólahlaðborð einhver stöður bóði Joe's Dungeon og fólki sem tilheyrir því. Verður það góðu, jettu lútinn og við heyrumst fljótlega. Ok, bye. Þetta var Geiri. Þetta var Guri. Alltaf gaman að heyra í honum. Herru, tökum smá pásu. Við skulum taka okkur saman í andlitinu áður en við ljúkum þessum forsmekka af jólaþætti. Hvernig hljóma það? Bara flöflöfla. Komið til smá. Við erum konur aftur. Já. Það er nú alveg að verða komið að leiða lókum hjá okkur þessum þætti. Yay. Yay. Hey, what happened? Tíminn flýgur. Eiturleg. Já, hann flýgur. Tíminn flýgur. Og þú flýgur líka á eiturlefjum. Hey, ekki svona. Eftir hvað nota. Fuck you. Taco Bell. Fuck you. Já, í hvert skipti sem ég keyrði fram hjá Taco Bell úti sem var mjög oft. Já. Einu sem heyrði var BRRRM og Bjarni segir Taco Bell. Nákvæmlega. Ég var að vera brjálaður. Þannig ég var með að fara að gera þetta á þess að vita það. Taco Bell. Ég veit ekki okkur. Ég var að byrja að gera Taco Bell. Það er svo smá enga húmor. En talað enga húmor, það var svolítið mikill enga húmor í ferðinni. Já. Orðferðarinnar buttplug. Buttplug? Já, nema þegar við vorum á veitingastöðum það voru það rassatappi. Why? Því máttum ekki segja buttplug á veitingastöðum. Auðvitað. Buttplug.
Buttplug Buttplug. Það minnir Svo mig á var rosalega mikið tekið úr pappanum leikritinu. Já, Já. það var rosalega mikið notað á því. Ég hef ekki séð það Butt Það er ekki dæmi úr Nei, það var bara að því að Birgir þetta kaupa fyrir tengdamömmu sína og sýsti kærastu sinnar Buttplug til að gefa þeim. Ok. Og þá var það bara alltaf, er þið búin að finna Buttplug eða? Þetta minnir mig á skets hérna, út af skets það sem að eina sem mátt segja er Buttplug. Hardware, how can I help you? Butt plugs. What is it? Butt plugs. A what box? Butt plugs. A bud box? Butt plugs. I'm not following what you're saying. Butt plugs. I have a bad connection. I don't understand. What is it? Butt plugs. Butt plugs. Is it like a receptacle you're talking about? Butt plugs, yeah. What kind of plug is it? A spark plug you're talking about? Buttplugs. Butt plugs. Oh, hold on. Þetta Hello? Þetta er alveg Butt plug. What? Butt plug. Sorry, sir. We don't understand what you want. Butt plug. Hann gæti ekki verið skýrari. Þannig að þetta var enga húmurinn hann Já, Buttplug. Ákveður hann að viðkynna að hann var að fara að kaupa buttplug fyrir okkur. Fyrir tengdamömmu sína og Var í gríni eða? Var í gríni eða? Já, bara Okay. það er sko, hann sagði að ég kaupa eitthvað fyrir ykkur út eða og hún sagði, ertu að vera eitthvað dónabúðin eða dónabúðið eða hann að, já, óbygglega, vantar eitthvað já, eitthvað svona skemmtilegt eitthvað en ég kaupa bara Buttplug fyrir þig Og gerði það? já, Alma fór í svona kynlífsbúð Já. og keypti Buttplugs fyrir Birgir til að gefa Ég veit það ekki. Herru, hérna Ég var að herru, þú keftir ekki bara derhúfu fyrir mig heldur, keftir þú líka í jólagjöf. Er þetta jólagjöf? Þetta er jólagjöf. Alright, já, alveg rétt, já. Sem þú opnar opnaði hana. Já, ég opna Þetta er Hot Sauce Challenge. Og hvað erum við þetta eru 12 flöskur af alls konar heitum sósum. Og ég er búin að vera síðan þú komst heim og kíktir var að samdaga sig daginn eftir skiptir ekki máli daginn eftir þá fór ég að undirbúa mig fyrir þetta með því að ég dett í svona gír, skilur ég borða ekki alltaf sterkan mat en svo dettur í gír og borður bara sterkan mat borða bara sterkan og ég fór í gömlu sósuna mínar og fór inn í ískápin og fekk mér núðlur með bara ég gerði það allt of sterkt sko og ég var bara veikur daginn eftir þurfti ég að fara til Reykjavíkur og fekk mér ég fyrir að fara á Safran Reykjavík já. mjög gott ég geti borðað, mér finnst það ég fekk mér pepperoni bökuna og þeir selja sósu sem að er ekkert svo sterk í munninum en á leiðinni út er þetta bara viðbjóður þetta er bara on fire já, einu af minnum uppáhalds ég held við séum ekki að fara kannski að býða þetta geira með þetta sko þú ætla að geta fengið dropa ég ætla sko að ég taka dropa af veikasta eða sterkasta taktu það eru 3 línur 4 í hverju línu taktu 1 á hverju línu þú ræður hver ok ég mér líst geðut vel á þessa sem er minnst veikust af því að það er baconbræðinni bacon og þú ert ekki að borða þetta ég er að reyna að opna þetta viltu skæri já þú ert opnarinn minni hvernig kottu með þetta þá ok, við ætlum að opna hérna með hann taktu út úr þér já, komið ok, svo er eitt Bjarni sjöð það er svona rákir hérna sem má bara gera svona ok, og svo bara opna þetta það svona er ástæðan fyrir að þú ert atvinnum maður í að opna fyrir mig hluti ass kickin bacon hot sauce ok, þetta nefnilega hljómar mjög vel og er það það? Ég held það oh my god þetta er þetta svakalega heitt strax eða? nei ok, það er gott hún svona kelar við bragðlaugana en baconbragði er mjög gott, viltu smaka? ég er með opið sár í munninum sko, ég má ekkert fá sko það er rétt Heru, ok, ég tók veikustu og ég ætla að taka sterkustu nei, miðjulínu ok taka miðjulínu ok, hvað lítur vel hérna út maður sjá, garlic, alltaf gott wasabi, ég er ekki hrifin af wasabi opna þú þennan og ég opna spontaneous combustion
sem er þá sterkasta í þessu boxi. Og þú veist, á maður að drekka, nei býttu, á maður að drekka þetta í heild eða? Ég er nokkuð sem að vera ekki drekkið í heild. Það er leiðbyrningar á Ok, já, ég þarf að skoða þetta betur. En, ok, þá erum við þetta, kíkta á þetta. Ég mæli með þessu bara fyrir öll samkvæmi og partí. Nei. Ekki. Ok, þessi rífur aðeins. Þetta er líka mjög gott á bragði. Roasted garlic. Roasted garlic, nummer 7. Já. Þú búið með 1 og nummer 7. 1 og nummer 7. Nú ætla ég að dempa mér í Nummer 12. Spontaneous combustion. Hot susuru. Já. Ok, tek hérna. Þetta er ekki ásættanlegt. For the ultimate palate pyromanic. Já, þetta er svolítið sterkt sko. Er það stert? Já, Finnur þú þessu? ég finn aðeins fyrir þessum. Þetta var bara smá. En ég held ekki að þetta er rústað þessari. Þetta er ógeðslega gott á bragði. Það er ekki oft sem að heitar sósur eru. Bragðgóður. Nei. En svo eitra ég fyrir Hjördísundaginn. Eða ég gera það ekki, Taco Bell gera það. Taco Bell. Hvað nú? Hún náttúrulega má ekki, hún er með bakflæði og eitthvað. Hún má ekki fá neitt stert. Eitt stert og hún verður bara veik. Jó. Og ég fór inn og hérna bað sem sagt T7 eða T13, hvað sem þetta heitir, sem er einhver svona Máltíð? Þetta er bara, þú veist, þetta er einhver svona flatbaka hvað heitir þetta? Svona quesadilla. Og þau setja einhverja sósa á þetta sem er viðbjóður. Ekki fyrir mig, Ekki fyrir viðkoma. en hún tók eitt bita og hérna bara fárveik, fucking veik. Afsakið dónaskapin. Þér er verið Áður við rífum hérna allt rastlið hérna úr sambandi, þá, þú veist, svona creepy myndbönd. Svona eins og af okkur. Creepy myndbönd af okkur. Nei, bara alltaf myndböndu okkur eru creepy. Er það? Já, við höfum eitt creepy myndband. Jú, það eru oft, Það eru mjög þau creepy. verða svolítið dark sko. Ég meina, þú veist, Haldón, hann er svolítið creepy. Hann er svolítið, svolítið svona feelingur yfir honum sem er svona creepy. Egil henda geir fram af Alveg rétt. að það er creepy. Þið í skóginum. Já, Við erum bara með creepy myndbönd. Við erum svolítið creepy. Já. En fólki finnst að fyndi og er að byggja meira, þannig að Bjarni Deyja. Þetta er gott. Ég er að meina svona, þú veist, svona sko, svona dark web creepy. Shy St. John, hún er sem sagt kona sem að lendi í hræðilegu bílsleysi og það var notað sem sagt gínuparta til þess að fullkomna hana upp á nýtt. Þetta er Shy og þetta er bara eitthvað, það er eitthvað við þetta sem er bara creepy. Tónlistin, hvernig þetta er tekið upp. Finnst þetta ekki creepy? Gínur og eitthvað viðbjóður. Þú veist, þetta er bara dúkka, sko. Jú, nei, ja, þú veist, með svona grímu, sko. Já, en þetta hérna? Já, þetta er ekki alvöru, sko. Nei. En ég held að þetta væri eitthvað dark web dæmi og ég er skítrættu við dark og deep web. Og þú veist, af því ég er svo vírusrættur, sko. En ég hef aldrei almennilega, þú veist, maður fer ekkert anninn. Hefur heyrt um þetta? Jú. Ég einu sinni náði ég í Tor en ég sett hann aldrei upp af því ég er bara hræddur. Ég er hræddur. Allt of hræddur Fyrir lífið. fyrir lífið. Er það? Komið að þessu? Við komum með þessu. Ég held það. Ég allavega er sjúklega sáttur með að fá þig aftur heim. Já, ég komin eftir. Þú ert komin aftur. Drullu veikur og fín. Já, þetta er ekki búið að fara vel í þig. Nei. Kjálkin og þið fóru í eitthvað vesen. Andlita maður fóru í vesen. Já, ég ætla ekki að bera það upp sko. Þú lítur svo miklu betur út núna heldur. Já, síklefin er að kíkja inn. Já. Bólgan að minka. Ég er bara dáist að þér og hafið komið hérna. Tekið upp með mig þátt. Já, nú er ég bara smá síklaður og smá kvefaður. Smá síklaður, smá kvefaður. Þú ert bara harður góður.
Ég er í peysu með mynda kettlingum ég ekki harður. Okkur tölum við ekki um þessa peysu. Þetta er bara, þetta er hlýjasta peysa sem ég á og þetta er bara peysan sem við verðum í núna á Íslandi. Svo er 2 ára þangað til þú ferð aftur út. Jú, Örugglega. og við erum að hugsa um að taka þess öðru sem ferð þá. Ok. Taka mótjóluferð í staði. Ok. Að fara þá hérna Krýpsvinahópurinn að fara á að þessum margir mótjólum þar að fara eitthvað ofar í Bandaríkin leiði mótjól og svo bara húsbíl eða eitthvað Ok. svo bara krúsa 66 veginn niður. Það hljómar ógislega vel. Ætlar að fá þig próf í Nei, millitíðinni? þá var ég bara í húsbílum. Já. Svo var ég bara 3 eða 4 hjól, svo var bara alltaf að rótera. Ok. Þannig að stundum var þessi á hjólinu, stundum var hinu á hjólinu. Já. Þarftu ekki próf? Þú var mótjólaprófið, jú. Já. Og það eru rosalega margir í Krýps með. Creeps. Danni, Já. Bjarni, Ég mitt. Systiðin. Systir mín? Viltu? Hún er í Er Krýps. hún í Creeps? Hún er í Krýps. Hún lætur ekki bera á sér í Creeps. Hún er alltaf í bænum. Já, hún er alltaf í bænum. Alltaf í bænum. Herru, já, 2 systir mín eru í bænum. Kristín og Birta. Kristín Birta. Það er að gera góða hluti. Já. Kristín alveg snældu geði ekki í crossfit. Og úbartinu. Og ég held þú sé úr bartinu ennþá. Ég held að Birta Í kvikmyndabrassanum. Það ringi aldrei í mig. Vilja aldrei fá neitt frá mér. Nei, en það eru bara góður hérna. Við erum góðar hér. Í bókaðinsinu. Í Bákanes. Búið. Mér líður langt best hérna. Og Meina, veistu, við hugsum um að fara ræktina. Við erum í útvarpinu gæðslappa. Við hugsum um að fara. Já, þú veist, ég er bara og svo gerum við svona á til bíómyndir. Já. Í gæðslappa. Innan gæsalappa. Það er allt innan gæsalappa. En Þannig allt á að- réttir leiðsamt. Já. Þetta er bara gott. Heyrðu, svo hérna, ef við viljum þá er Jói tilbúin að gefa sér tíma til þess að mæta í næsta þátt. Já. Kannski Þannig að það fáum er við- fullt stúdíu á þá. Já. Geiri kemur náttúrulega ekki fyrir en eftir helgi. Egill mun mjög líklega vilja vera með. Já, Egil er með. Svo var bara spurningi á, hendu við ekki í bara einn auka þátt þegar Geiri kemur. Jú, ég menn akkur ekki. Þá Þurfum ekki- getur við komið inn með sér bjórsmökkun og hlutis. Bjórsmak og reynum að vera búin með jólalæðið. Já. Já, það kemur inn í þeim að þetta. Það fáum við nokkur auka daga. Já, eða ekki. Jú. Við skulum hafa það þannig. Það eru gott fólk. Ég endaði þetta alltaf eins. Gott fólk. Af því þið eru gott. Jæja, píps. Jæja, fokkin, nei, þetta er ljótt. Fucking awesome people. Jæja, jóla, Álvar. sauður, Pétur. Pétur. Bara stolpa það. Við söltum þetta þar til næstu helgi. Vonandi verður þú ekki lengur kvefaður. Og undir þú ekki leikur með millirifíkjökt? Jesus, ég þarf að gera eitthvað að því. Fá eitthvað bringunutt á þetta. Eða ekki? Og bringusundið eða eitthvað. Bringusund á þetta. Við heyrumst.